Jæja. Nú draftið komið í gang, sleppum þessu, hendum okkur í gang. Hi again. Clock, bam, shocker. Þeir vilja ekki sjá þetta aftur. Þetta augljósasta band sem ég sé, sko. Burt með Pango, burt með Clockwork, engin AM, engin Lone Druid. Þeir nenni ekki að spila á móti setjum. Það er búið að banna þessar tvær hetjur í öllum leikum. Jakiro og Jakiro í fjórða leiknum í röð. Mjög mikill staple í þessari seríu. Þetta er náttúrulega bara ótrúlega svona versatile, gott crowd control og þetta ice path er náttúrulega bara geðveikt, sko. Gott D-push með ultinu, power push með E-inu. Bara all around góð hetja, sko. Það er það. Við vorum að tala hérna áðan og ég held að þeir munu reyna að fara í eitthvað meira aggressive, damage oriented. Nú fyrir menn að fara að droppa Spectre, sko, finnst mér. Já, hann er oftast ekki búinn að gera neitt. Lengsti leikurinn hvað? 42 mínútur eitthvað svoleiðis? Grimstroke, Danni kominn aftur á Grimstroke. Úff, eru þeir bara að fara að taka sama strat á síðast? Nei, það getur ekki verið, þeir eru búin að banna leika Pango. Voruð þið með í fyrsta leiknum sem spiluðu? Þið voru með Pango, þið voru með Grim og Jakiro? Já. Ok, hann er búinn að banna Pango. Já. Hvað segirðu, Elías? Já, ég meina þetta er bara mjög standard svo far. Husk. Sko það er einhver svona meme endurrisa í gangi hjá Hægen. Þeir ætla svona dálítið að go out with a bang. Bara hvort sem þeir vinna eða ekki þá vilja þeir hafa gaman, held ég. Og Helgi mun pottet fara á, Sunny Boy mun fara á töskinn. Fjarki? Er ekki stóll hérna? Þú getur alveg komið að vera með hérna, sko. Við getum. Það pika þig alveg líka. Já, hann pikar frekar mikið svona. Jesus. Match point. Ég held að við sem að fara að sjá Sigurvera í þessum. Ég er bara að sé á Grim og Jakiro. Banna Monkey. Banna Klinks. Engin Ursa. Engin Klinks. Ég nenni eiginlega ekki að horfa á Spectre-leik, sko. Nei, það bara má ekki gerast. Ef við hugsum aðeins út í að Husk og Disruptor. Heldur við myndum fara í Sven? Það er kannski eitthvað right-click, kannski Jugger eða hvað? Já, eitthvað annað. En fyrir náttúrulega með Grim sér fyrir gegnum spinnið. Með ultinu sína. Komið Puck. Það er svolítið farfetched. Já, Hægen. Já, hjá Hægen. Ég meina að það væri góð viðbót í lockdowni, sko, en... Já. Banna Bloodseeker. Er það hann að Necro? Það sé að fara í Slark. Þetta er verið. Já, það væri reyndar alveg frekar mikið kill potential, sko, ef þið færi í Slark með tvers, sko. Já, ég meina þú veist, tag team með Slark er viðbjóður, sko. Já. Það er ekki búið að banna Línu. Lína er náttúrulega geggjuð á móti Necro. Jó er mjög góð lína, sko. Já, hún tók Línu í fyrsta leik. Já. Nei, til miður, engar stelpur. En það er eitthvað sem okkur langar að breyta. Já. 100%. Það er bara... Við vitum að það eru einhverja stelpur á náttúrulega, auðvitað einhverja bara, það eru fullt stelpum sem eru að spila þetta og endilega bara heyrið í okkur. Við erum búin að posta inn á Dota 2 Ísland og þar eru, þú veist, já, það getur bara messenger á okkur þar Já, eða... joina þá grúpu á Facebook, það verður svona miðstöð upplýsinga. Einmitt. Herru, þau farið Sven. Af hverju farið Oh my þið god, Sven? þetta er... Af hverju? Það er engin Ursa núna. Ég meina fínt klíf á móti ef þið er alltaf að taka Slark. Það er bara fínt klíf Já, til að... Þegar hann últar hana.
Ekki samt eitthvað, jú, alveg flott. Þetta er samt gott slark. Það er góð slark hér, ekki? Þú veist, ég myndi taka slarkinn sko. Og Grimstroke Silence er pirrandi fyrir hann. Já. En ég meina, ef hann er að leina móti Jakiro, getur hann dispellað, kaldrann hans á honum. Náttúrulega við vitum ekki hver er offlaneinn hjá Reyðarfjörð. Sven, ég skil ekki alveg þessa hetju persónulega. Mér finnst hún ekki góð. Mér finnst hún frábær þegar hún er góð, en annars er hún er yfirleitt léleg bara. Það er bara, hún virkar stundum og þá er hún bara viðbjóðslega sterk og það er ekki, þetta er svona eins og DK fyrir mér stundum. Þú veist, DK er mjög svona, það er eiginlega alltaf gott pick þannig séð, út í að það er ekkert eitthvað svona eitt nákvæðar sem counterar hann, fyrir utan kannski slows og svona. En það er líka með DK er náttúrulega, þú veist, í flex. Sett hann, skilur, save, off, mid. Nefnilega. Svennin er bara að fara að save. Það er sandgame. Og það er ekki séns að hann getur verið sportið eða neitt. Það er lengur farið. Þetta er Moisla og Sandgungen. Maður kennir mér að Sandgungen er. Þið tóku 2 leiki. Shoutout á Óla. Stay paid for life. Takk fyrir stuðninginn. Hugnaði hann þunni? Hvað sér þau? Hugnaði hann þunni? Högnaði hann þannig, já. Það er alltaf gott að decrepifya bara Sven þegar hann ultar. Já, en hann er náttúrulega að spila, hann er í sama lið og svo. Já, sorry. Ég var að mæta, þetta er ennþá svo dröggislega. Nei, ég skil þig. Þetta er bara, heilin minn er orðinn bara maug. Ég er bara búinn að borða hérna súkkulaðiböllköku og hérna súkkulaðistek í dag, sko. Ég er alveg soðinn í hausnum, sko. Banna Viper? Eru að fara í Spectre? Nei, ég fara ekki í Luna mid. Ég segi ekki Spectre. Lína! Varst ekki, þú kólaðar það ekki? Nei, hver? Ég kólaði á móti Necro. Já, ok. Auðvitað samt, það er þægilegt á móti Þetta getur náttúrulega verið offlane Necro, sko. Þetta er náttúrulega signature hetjuna skjól. Já, er það ekki? Er þetta ekki mest spilað hetjunas? Það er þessi og Pugna, sko. Pugna og Ember Split. Já, samt að Emberinn. Þú verður eiginlega að banna Ember á móti Gjó, þú vilt ég sér. Þessi leikmenn þekkti ekkert annan, til að velja. Nei. Þú veist, sumir hverjir þekkja hvern annan, jú. Brummi og... Það er aðalega mitt Moisla út í að það ber alltaf svo mikið á Moisla, þannig að þegar að Moisla er að rústa þá eru allir bara já, við ætlum að banna þetta eins og klokkan. Það er bara... En einmitt, já, eins og endakallinn. Gunni? Já. Jó. Gummi Jó. Já, við spilum aldrei saman. Hann spilaði sko hérna... Ég vil taka Pugna. Flott. Já, ég hugsaði að Pugna er mjög góð móti Sven. Þeir spiluðu þetta matchup í leik nr. 1 sko og það var hérna það var bara, þú veist, jafntefli á miðjunni og Pugnan bara hérna maxaði hérna Netherworld. Já. Línan getur bara drepið sjálfan sig á últinu sínu. Já. Þannig við erum að tala um offlane Necro með Tusk og Brummi Disruptor, þar að segja Luna Disruptor og Pugna mid. Og já, Lína mid, Sun King offlane, Sven og Grimstroke. Já, ég ætla að segja bara Sven og Grimstroke og síðan Jakiro og Sun King. Mér sko persónulega líst eiginlega betur á Dire line-upið. Já, það er svo heavy. Það, ef það nær því sem það ætla sér, þá verður það bara eins og hafa. Þeir eru bara træla, nei, ég get ekki træla hana. En Tusk Luna, Vibbi, þegar hann er að hérna að henda upp þessum spell hana, tag team. Manstu eftir hérna þegar hann var með Sigil, Tusk var með Sigil. Nei, hvað? Drastli sem var að fylgja út allt, frista og sló allan, það var svo ógeðslega useless. Tag team er bara rosalega galdur. Já, það er, allir sem fáum ekki að sjá, þeir gera allir í First Blood með þessu dæmi, sko, það hlýtur að vera.
Já. Já, Þetta er fallegt. þetta er fallegt. Hérna erum við einn stóran. Þetta er classic. Þetta er mitt þarna sem fyrst fyrir að Þetta er það sem að streamið vantaði. Ég að segja það, þetta er allt sem okkur vantaði. Þetta er mitt setti sem fyrst fyrir að klára Jungle Cavern Crawlið í fyrra. Ok. Herru, okkur vantar 5 viewers upp í 35 sem var svona markmiðið hérna sko. Þannig að þið verður að gjöra svo vel og hérna og ef þið horfið tölvu, opnið þá í símanum og svo fara með þess. Við viljum sjá þessa tölu sko. Þessar tölur, Þetta er, það er eina sem skiptir máli. Það er svona. Grimmin, þú verður bara á observunum. Ég missi það svo miklu. Þetta er bara þessi flottur. Þú ert líka með góðan analyst, eða svona gott perspektíf á þessu. Ég er alveg til í að leyfa þess aðeins að rúlla ef þú að segja taka stjórnuna á myndavélinni. Það er 2-1 og... Það er trælinn, eins og Grimstroke Jakiro og Sun King Solo. Hann tekur bara Sandstorm og Já. stendur í vefinu og reynir að kaupa smörg sentri í sag. Hver er með Biggs með Sentry? Já, mér finnst það ekki, mér finnst að þeir ætti frekar að taka 2 og 2 og reyna þannig ná það, að reyna að harassa og svona. Það er fullt í gangi og Necro mun falla. Jakiro sömuleiðis, þetta er strax... Þetta er tagtímið, skilur við? Já. Þetta er offlane búgna, eða? Nei, flengjarinn fyrir mitt á búgnu. Ó, heyrðu, hann ætlar að reyna snæpan. Já, hann nær honum, vel gert hjá Danna. Og tippið. Tippið. En vill hann ekki deyja hann samt, eða? Í Það er fyrir frekar. búin að gefa first blood, eða búin að fá first blood Nákvæmlega frekar reyna að vera eitthvað og drullu lóð. ströggla á leinunni. Herru, hendum í last hits. Yes. Last hits denies. Þannig erum við með það. Og Moisla vill bara vera in experience and top, fá eitthvað. Herru, Necro aftur low. Við erum... Necro vill ekkert vera á móti Jakiro, sko. Nei, Og ekki heldur Grimstroke. þeir eru bara að halda honum frá. Hann var ekki með potion í gangi. Nei. Núna var hann Þarna bara var að bíða hann. fyrir þessu. Já, þetta er strax byrjað að vera dálítið erfitt fyrir okkar mann Dubious. Þeir eru alveg sónaðir út þarna. Nei, Moisla. Ó, heyrðu nú mig. Heyrðu, já, Spila hann alltaf, Biggs er síðan að típa niður. ég er mjög ósamlega þessu stratti, en ég meina vonandi snýr þetta við. Það er Gjöfs bara... action, Já. maður. Það er bara hnýja, 2-2. Það er bara að vera Það er svo sem ekki synergy lemja. hjá Tusk niðri með Disruptor og Necro. Nei. Hann er eitthvað... Pínu svona, þú veist, núna er hann bara pínu að sappa, sko. Já. En hann heldur á tánum, ok. Já, hanna. Hann er ekki að drepa hann, þannig það? Nei. Nei. Er Alltaf leið, nei, herðu. Frumin er... Stikið Stikk, til þessum er. hjálpunum. Herru, við erum að líta á... Já. Herru, hann næði Disruptor og hann tekur hann. Ekkert mál. 3-2. Sun King í smá vandræðum. Nei, hann er góður. Er jú, Sun King er alveg að taka hann. Hann döður. Yes. Kom ekki með sentri með sér. Já, Sentry er hann uppi vinstra minn, en hann sá ekki hann fyrir er ekki að T-Vorda, hann er inn í trjánum. Erfitt lein fyrir Moisla og Sand King og kannski er það lykillinn að því að vinna þannig leik, er bara að slökkva á þessu manni. Já. En er hann að fá levels eða hvað? Þessu að... Veitu, ég skára á level hérna, hann level 2. Solo XP og Luna, sko, þetta Já, er ekki level leiðilegt, sko. 4. Ég horfði samt á Mind Control fyrir samtíma daginn. Það sem þeir gerðu bara supportandi, voru bara duglegir að stakka fyrir hann. Já, verið að fara í snowballin. Já, verið að fara í Danna og hann nær að slóa hann nær að sleppa. Magic Stick bjargar honum og Necro hins En er hann vegar með- er tæpur. Nær hann deltpálsinu, já, herru, hann nær deltpálsinu og þá snýr það tilbaka á Sven. Sonny all in. Mun hann, já, herru, og hann nær honum og mun... Deyr það ekki? Nei, hann deyr ekki, hann er að Salvi stikka. bjargar honum og Hann stikka líka, sko. stikka og salv, djöfusins negla. Það er svo dýrt sér að hann, þetta rítjan. Birgir, þú varst að segja með, herru, Herri, er hann núna, dáinn? herru, Hann er nei, hann er ekki dáinn. Hann er góður. bara Sun Kingin er eina sem offlaneur sem getur bara farið í jungle. Já, það er Já, rétt. Coverað mjög vel. Einmitt. Svo þú veist, leður hann komið blink, er hann orðinn useful. Já, hann er bara að maxa Sandstorm Einmitt. og Caustic fyrir hann Sem algjörlega er rétt og
þá tekur bara annað supportið við. Alveg með Soka bara XP, þú veist, þarf ekki einu svona að vera eitthvað að farma. Herðu, það er verið að góða Jakiro, hann er ekki með neitt mana, skilur, hann verður bara að deyja. Þetta er bara fínt. Þetta er, eftir að þeir nerfuðu courierana svona mikið með consumables, þá bara er stundum bara miklu betra að deyja. Líka, ég held að sé nokkuð sama, Necron er ekki að fá neitt úr þessu launi, 6-2, Svennin er 15-11. Högna stendur sig vel, er að ná ágætlu, bara stendur sig ágætlega og samlega. Brummi er aðeins að refsa. Brummi er gjörsamlega að taka hann. En hann er level 3, þú veist, hann er solo level 3, Necro er hann með einhverju liði með sér, hann er level 3, þannig að þeir eru vantanlega bara þú veist, Brummi fyrir solo XP, þá myndi ég segja að þetta er alltaf Brumma í vil, sko, og þeirra liði, sko. Hann er líka komið 10 lastið. Já. Þetta er hættulegt, mér líst ekki á það. Ógeðslega vel spilað hjá þeim, en já. Svona Pugnan samt næra dominanta svolítið. Getur hann auðvitað að fara að hlaupa og drepa þessa gaura. Satt. Það geta alveg snúið sér við. Það er verið að góða, hann er alltaf að ná þessu bounty. Þannig að þeir ná 3 bounties. Það er bara 1 upp á. Það er Moislaði núna aðeins öruglega núna. Hann er með sentry, sko. Já. En er hann búinn að levela stönn á? Nei. Þetta er hættulegt fyrir hann, sko. Hann er, veistu, svo, já. Hvað er range á? Maður sjá sentry hérna uppi vinstra með. Það er verið að góða Pugna og hann komur í bakið, tekið courierinn. Nice. Endakallinn. Yes, herru, en Disruptor er kominn til þess að... Hann er að taka þetta út. Þetta er ekki nóg og Tusk tekinn í leiðinni. En þetta virðist ekki fara neitt, það gæti verið að drepa. Já, hann. What a play í lína. Vel gert, snýri sig algjörlega á haus. Hann þekkir Pugnuna, skilur. Hann var að spila Pugnu. Hann er bara eitthvað, já, þú getur og hann er að fara að drepa hérna. Annað kemur hann, tekur... Hann vantar... Shit. Ekki nóg. Nei, ekki með mana. Þetta var flott, þetta var sigur. Bara á móti Pugnunni, það bara ná honum en það er leiðilegt fyrir Sand King, sko, að ná ekki 10 vorta. Það eru 2 sentry hérna sem að taka hann út, sko. En núna er hann að spila aðeins aftarlega og hann er level 5. Það er ekkert svo slæmt, sko. Yes, 33 views. 33 koma svo, 2 viðbót, þá fer ég sáttur að sofa í kvöld. Já, sama hér. Ég vil líka sjá Tuskinn fara af þessu lane. Já, ég er sammála. Það er góð punktur, sko. Hann bara rótið á línuna eða það er tíma upp með Pugnunu með tag team og hægja bara nógu mikið á hann með tag team. Þú veist, Pugna fer ekki svona rætt líka, hann getur bara að byrja að sökka og út af því að það hægir og út í Grepify og allt það. En ég meina, það er náttúrulega, þetta er counterproductive, þetta í Grepify og Endakallinn er að spila svo vel á móti þessari Pugnu, þú veist, sérðu, táurinn er bara eitthvað hress. En hann spilaði á móti Brumma sem var að spila Pugnu í fyrsta leiknum, sko. Þannig að þetta er ekki matchup, og hann lærði greinlega af því dæmi, sko. Það er verið að taka Sand King. Sjáum þetta og Necro. Þeir treyta bara offlinunum. 8-7, þetta er jafn leikur, þetta er skemmtilegt, sko. Það er skemmtilegt. Það er verið að reyna að finna Endakallinn, þeir vilja ná honum. Þeir vilja fá Endakallinn. Pugna er hins vegar boltið langt í burtu, náður að, já, þeir eru að reyna að connecta. Hann er Jakiro, þeir ætla að ná honum. Er það samt nóg? Já, ég held það. Nei, og svo kemur Grislock með slowið. Er hann ekki með snowball á Tusk? Nefnilega ekki, og þeir eru núna, þeir verða fundir. Það er bara fyrst Tusk og síðan Disruptor hérna. Ok, þetta er að snúast aftur við. Þeir eru, síðan þetta er... Network-lítið er samt, ég held að sé bara svolítið svona í vasanum á Lúnu, sko. Þeir eru ennþá með meira network, svona. Hann er komið með Mask of Madness og Power Threads Wraithband 8. mínúnda, hann er með drullu gott fram. Það er rétt. Ég held ekki að það hafi bara verið eitthvað svona samskiptaleysi þarna. Þeir voru báðir sökvarnir, Tusk og Disruptor, voru að hanga þarna svolítið meðan Pugna er að jungla. Það er allir að fara í línu en Jakiro lappar í það, skilur. Þannig að... Já, en ég segi, ég held að það hafi bara beðið svolítið lengi með þetta. Pugna var ekki í position. Sand King komin í level 6. Þetta lítur strax mun betur út fyrir hann. Hann levelar ekki ultið sitt.
En hann er dáinn sko. Þarna er verið að reyna að grípa hann en það er ekkert detection. Nei, en hann getur bara hendt þessu út. Já, ok. Herru, og þarna kemur það. Þannig að það var engin leið fyrir Sandinho að lifa þetta. Dó. Já. Þessi Tusk er ekki nógu mikið að rótita. Hann er að reyna að sóka eða fá bara XP og þegar að það ætti að vera Necro sem ætti að vera á sér leyni og Tusk hérna, hann ætti að vera Ég veit ekki með þetta bygg sko. Mér finnst þetta gott pick. Já, en það á eftir að sína sig sko þegar hann byrjar að spila með Lúnu. Og þá, ef hann næri taktum í gang á einhverja core hetju, þá er það bara bless. En ég segi, mér finnst aðalega bara hann er búinn að vera svo giftur þessu leyni þarna bótt. Nefnilega, hann er bara, hann elskar. Nei, þú veist, hvaða aðrar hetjur eru betri en Tusk level 1-2 að ganga á mappi? Disruptor level 3. Og hann er búinn að algjörlega missa þessum glugga núna. Já. Það er bara... Luna level 10. Já. Luna level 10, Lína level 9. Sun King gæti hérna að vera í vandræðum. Sven með 6 kills. Já. Moisla er full gráður í það. Og línan er rétt hjá. Er nefnilega, ok, það er rétt. Grimstroke er nálagt. Hann næri ekki stönninu. Hann hefði triggered upp átt í svona... Gera það... Kannski 3. Og Jakiro, hver rundan. Yes, þetta kemur á. Það náði samt. Þetta var Það er skemmtilegt mini-skirmish hana. Nákvæmlega. Þeir fá 3 runes þá. Náðu courier. Það virðist vera einhver stefna henni í gangi hjá þeim. Og þeir, wow, geggja kinetic field. Brumið máli deyja hérna sko. Nei, þetta hefði snúið leiknum við. Nú er það að vera að ná Tusk og ulti, nei, hann bjargaði minni snowball. Þarna kom Tusk-pikkið. Beinti Grimstroke, ulti hjá Moisla fellur. Glæsilega gert hjá þeim. Þarna er Tuskinn. Já, hann er góður Tusk. Þarna er Tuskinn. Hann er góð Tusk. Þetta er líka góður leikur, safe. Þetta er geggja safe. Líka þú Sven stönnið er alveg frekar telegraft. Sko Línu stönnið er eiginlega auðveldast að snowballa sig út úr. Nefnilega. Svo er Sun King últið. Hann er bara sáttur. Mér finnst þetta mjög gott pick. Feeling good, man. Já, feeling good. Feel bomb. Ég fýta því að spila Tusk.